Teljum við þó að hér sé komið fram tíraljós í myrkum skafrenningum, því hér er vittu saga sittur í öndvegi annarra Íslendingasaga. Þeir komið fram frásögn af mönnum ei hættuleik þó hæstan stóð. Heldur reyðlaði sér iðrum og innyflum með útrönnu í bardaga, brúkuðu rollur sér til hlýs meia var vant og börðu haustnum harðri steinin ef hann undan vildi láta. Kann að vera að menn þessir hafi týnt lífi sínu ungir, dísjaðir hauslisur að hreðjum sínum einum fata, undir steinvölum og mosalingi, en þeir héldu því meira vert, en það æru sín og virðingu. Ríkir því nafn þeirra manna í 1000 ár, á meðan nöfn annarra gleymast þann dag þeir ellurheimir, flatmæga í rekkju sinni og sofandi, kafna í eigin spýju, hafandi vætt til hvanti og saur. Þó færsla voru sögu í skinn sé ekki til hvatningar, viljum við þó hafa þann skyndag á reitun voru, að menn reygi einu með sér það þeir nema hér. Eru þessar sögur af hetjum og helgarmennum eigi verður á annarra manna færi að liggja eftir. Á meðan þessi saga var enn munnmælasaga og eigi komin á skinn, týndu margir lífi sínu, sögum innblásturs og frækleiks þeir fylltust, og ekki væri að fyrir að heyra bút af setningu, ellegar orðskipli af merkum atburðum sögunar. Var þar drengur einn stakk því út í sævin bláan af Klettahamri í Berufirði. Var hann íklæddur högulbrókum og hugðist synda til Noregs og komast í hirð konunga. Fékk móðir hann sig ferja til Noregs, þá vorum spurði þau tíðindi orðið höfðum son hennar. Situr húnum og morgnar á Noregsströndum og bíður hans. Vissi hún þó og að ósekjum hefði mátt fylgja sögunni til hennar, að sonurinn hafði verið svo ákafur hann ráðið réð, að hann hugði hann hljóp af hamrinum út í sjó, að það var fjara en ekki flóð. Það var því ekki svo mikið sem frækur sína hafa væta af svörtum sjónum, hann lenti og öreldist í grjótungu fjöruborðinu. Annar maður fylgdist almetnaði af sögu þessari, lét falla á sig bjarg, því hann þóttist geta handlegið það í greipum sér. Höfðu bræður þessa manns mikla trú á hana, og aldrei meiri þeir ýttu bjarginu við 9. mann fram af klettunum. Í greipar bróðursins undir stóð. Hélst trús þeirra staðföst, bjargið stuggaðist fram af klettabrúninni og lagði leysina niður af himinháum klettinum. Var trú þeirra enn til staðar, bróðir þeirra fekk snert af fallandi bjarginu við uppbrettum greipum, og enn ríkti tíravónar bjargið hafði sannlega flatt hann mann út, en það skall á honum og færði til jarðar, hraðar en hann þótti hóf af. Nú bræður hans sitjandi var bargið, og bíður þess dags bróðir þeirra gerðist hamramur, og vex svo ásmegin að hann hafi bjargið ykkur höfuð sér, líkt og honum stendur til. Ber og skylda að nefna hinn þriðja, þar 3 heilaðtala í vonum sagnabók. Vildi sá þriðji láta reka sig á hól með atgerð gömlu, til þess eins að sýna frá hristimennsku að hann geti lífað slíkar skeinur af, líkt og heitur sagnana. Reyndist á honum þrautin þingri að fá þann atgerð í gegnum sig, þar vopnið var riðgengið með deigan og bitlausan sting. Eftir stífa raun frá hádegi fram að númbili, maðurinn lynt í engu, stóð þar atgerðin loks í gegn. Og þó maður þá verið sá og raunamættur eftir aðganginn, þá var hann sáttur við dagsverkið. Hann þóttist loks hafa vaxið sæmdar sinnar. Vonum til virðingar var hann færður til grafar við atgerðin standandi í gegnum sig þveran, og þótti það til bóta að enginn hefði sprúkað þann atgerð gjörla og var því ekki vissir af úr vopnabúri bæjarins. Það von vor að upp frá frásögn þessari hefjist aldivorar þjóðar enn á ný upp til þeirra hæða áður var. Þó að við fáum aldrei auðvitað að líta þær góðsagnir eitt sem gengur á þessu landi, skal eigi verið vænta. Því þar líkamlegur hristilíki og djöfum bestur, þá það frjór og eðlilegs hugurinn sem gildir. Megi voru frásögn lifa á meðan land byggist og menn fylltir kraftbylting í brjósti sér, stefna á heimsífur á elligar dauða.
Frábært.